Að sjálfsögðu þarf alltaf að taka það fram að það þarf að vera einhvers konar heilbrigður rammi í kringum þetta. Við erum ekki að tala um það að það eigi að vera allt vaðandi í bjórauglýsingum eða áfengisauglýsingum og sjálfsagt að miða auglýsingar að þeim markhópi sem á við. Allflestir innflytjendur og framleiðendur á sælgæti í Íslandi, þeir eru ekki að auglýsa sælgæti í barnatímum. Það bara kemur ekki til greina. Það er það sama varðandi bjór eða annað slíkt. Auðvitað þarf að vera rammi í kringu það. En að reyna að loka á, eins og til dæmis bjórinn, sem er vinsæl neytendavara og íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki, að keppa við erlenda framleiðslu, að með ekki segja frá því, er bara fatalt og það er óíslenskt. Amen. Eitt vinsælasta orðið í íslenskum stjórnmálum er áhyggjuefni. Það er allt áhyggjuefni og þingmenn eru á fullu kaupi við að hafa áhyggjur af öllum sköpuðum hlutum eins og því hvort að fólk stundi veðmál á netinu. Hvaða máli skiptir það? Það er búið að finna upp alnetið, Ögmundur Jónasson. Og áfengisauglýsingar í blöðunum. Breyta þær einhverjum hvort að fólk drekkur mikið eða lítið? Sjálfsagt ekki neinu og þeir sem fara sér að voða við að drekka áfengi gera það hvort sem er. Þannig að mín skilaboð eru þessi: leyfum heilbrigðri skynsemi að njóta sín. Leyfið okkur að hugsa fyrir okkur sjálf og notið þingmenn tímann í eitthvað annað. Kynntu þér málið hér.